Byrjum á að ímynda okkur fyrirmyndarland, land þar sem allt eins og best verður á kosið. Slíkt land væri á besta hugsanlega stað á hnettinum á skilum Evrópu og Norður-Ameríku. Það væri í norðri, á þeim stað á heimskringlunni sem stendur best að vígi þegar litið til breytinga í náttúrunni, til samgangna, mannfjöldaþróunar, matvælaframleiðslu og öryggis. Landið væri eyja, með skýr landamæri frá náttúrunnar hendi og byggð af einni þjóð með sambærilegt gildismat. Herlausri þjóð sem býr samt við meiri frið og meira öryggi en flestallar þjóðir heims. Þjóðin í þessu ímyndaða fyrirmyndarlandi ekki fjölmenn og hefur því nóg til skiptanna. Landið og sjórinn eru rík af þeim náttúruauðlindum sem verða eftirsóttar til framtíðar, landrými nægt, loftið og vatnið hreint og náttúrufegurðin einstök. Í landinu eru næg umhverfisvæn orka, húsakynni eru hituð með varma sem streymir upp úr jörðinni og þar eru framleidd heilnæmustu og bestu matvæli sem völ á. Þar eru allir fæddir jafn réttháir og grundvallarsjónarmið mannréttinda eru í hávegum höfð. Öllum tryggð besta mögulega heilbrigðisþjónusta og allir eiga kost á að mennta sig á því sviði sem þeir finna kröftum sínum bestan farveg. Fjölbreytilegt menningarlíf og öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf veitir landsmönnum margbreytilegt, skemmtilegt og heilbrigt líf. Þessi frjói jarðvegur veldur því að af þessari fámennu þjóð spretta vísindamenn, íþróttamenn, tónlistarmenn, rithöfundar og annað listafólk á heimsmælikvarða. Þó tiltölulega fátt fólk búi í þessu stóra landi, tryggja greiðar samgöngur að landið og þar með þjóðin ein heild. Alls staðar eru innviðir traustir og allir hafa aðgang að nauðsynlegri þjónustu. Landið framarlega innleiðing og þróun nýrrar tækni. Það er gott að stofna og reka ný fyrirtæki. Fríverslunarsamningar við löndum allan heim og staðsetning landsins í miðpunkti flutningaleiða milli stærstu markaðssvæða heims því að landsmenn geta framleitt gæðavörur og flutt út víða veröld. Allir íbúar landsins búa við góð kjör vegna þess að tækifærin eru nýtt skynsamlega í allra þágu. Hvergi betra að ala upp börn eða dvelja við öryggi á efri árum. Flestum jarðarbúum þætti þessi lýsing á landi sjálfsagt hljóma eins og fjarstæðukennd útópía, óraunverulegt ævintýraland. En fyrir okkur Íslendinga þetta ekki svo fjarlægt.